af hverju Vogue að tala við mig? Ég veit ekki raskat tísku. Ég heiti Pálína og ég 27 ára og ég bý upp í sveit. Fyrir 4 árum þá byrjaði með Kinda Instagram, þar sem ég posta myndum af lífinu heim í sveitinni minni. Það kom eiginlega til af því að ég hafði verið að posta bara myndum á mitt eigið Instagram eins og allir gera. Og annars lagi voru það kindamyndir og mér fannst gaman að setja inn kindamyndir af því að kindur eru mjög stór hluti af lífinu mínu. Mér fannst eins og ég væri að drekkja svona mínum vinum í kindamyndum. Mér datt í hug kannski að gera bara eigin aðgang fyrir sveitamyndir. Þannig að ég sagði við Bryndísi vinkonu mín eitthvað, á ég að gera þetta? Þetta gæti verið gaman en þetta gæti líka verið bara frekar asnalegt og enginn vill horfa á þetta. En ég allavega sló til, bjó til Farmlife Iceland á Instagram. Setti inn nokkra myndir og vonaði það besta, hélt áfram að setja inn myndir og fólk byrjaði bara að followa það. Og nokkrum árum seinna þá fæ ég e-mail frá Vogue og ég missti á því, svo kom annað e-mail frá Vogue og ég eitthvað, af hverju Vogue að tala við mig? Ég veit ekki raskat tísku. Þá bað Vogue að ég myndi taka vídeó af mér í sveitinni, aðeins tala það var eitthvað undir yfirskriftinni People Who Push Boundaries. Og ég eitthvað, já, auðvitað ger ég það. Og svo mánuði seinna ég komin á forsíðu vogue.com. Var reynda bara 2 daga þar, svo kom Justin Bieber og ýtti mér í burtu, en ég meina, aldrei vanmeta kindur, krakkar. Af því að ég hafði aldrei búist til því að kindurnar mínar myndi einhvern veginn gefa mér ný tækifæri í lífinu. Og ég er búin að gera fullt af hlutum og kynnast fullt af fólki sem ég hafði aldrei kynnst og hluti sem ég hafði aldrei gert ef ég hefði ekki rambað á það að búa til nýtt Instagram fyrir kindurnar mínar. Svo fólk hissa á því að ég þekki kindurnar mínar í sundur en auðvitað þekki maður vini sínu sundur.